Góða kvöldi, gott fólk og verið velkomin á IATV í samstarfi á Omnis á Akranesi. Örn Arnarsson heiti ég og að fara að fylgja ykkur í næsta verkefni Skagamanna í körfunni. Það er heimaleikur gegn Gnúpverjum. Spennandi leikur framundan. Þetta er alltaf þetta í gang, liðin komin í klefa að ræða við sína þjálfara. Gnúpverjar sannlega sýnt veiði en ekki gefin og þeir sitja nú sem fastast í 7. sæti. En það sjáum við hér stöðutöfluna, deildin mjög skipt þarna milli 7. og 7. sætis. Skallagrímur sem fyrr í toppsætinu með 18 stig úr 11 leikjum. Síðan Blikar og Snæfell með jafnmarga leiki, 16 stig hvort lið. Vestri og Hamar með 14. Þarna erum við með topp 5. Það má svo sem gera ráð fyrir því að þessi lið haldist í topp 5 með hvernig þetta hefur spilast, þó að það sé töluvert eftir á tímabilinu að sjálfsögðu. En það verður erfitt fyrir Fjölni sem að það er fyrir neðan að brjótast inn í þetta 5 liða samband. Þannig að, en spurningin er síðan hvernig þessi lið raðast innbyrðis fyrir úrslitakeppni. Ég held að sé fátt sem að geti komið í veg fyrir það. Gnúpverjar eins og ég sagði sitt í 7. sæti með 4 stig eftir 10 leiki. Rétt 2 stigum fyrir ofan FSU sem er einnig 2 stigum fyrir ofan IA sem er enn án sigurs. Og við bíðum og vonum og hvort að Skagamenn fari ekki að hrökkva í gírinn. Það hafi verið batamerki eftir að þeir fengu Markus Dúper í liðið hjá sér. Og hver leikur öðrum betri. En ef við skoðum að Ganni og berum saman tölfræði þessara liða, þá sjáum við strax að Gnúpverjar skora töluvert af stigum. Og það er ekki síst þeirra ameríski leikmaður, hann Evereis Richardson, með einhver 39 stiga meðaltali eða eitthvað svoleiðis. En þeir skora semst að meðaltal 87,3 stig í leik á móti 76,2 hjá IA. Þeir fá einnig á sig örlítið fleiri stiga meðaltali, tæp 96 á móti 92 hjá IA. Skagamenn taka örlítið meira frákostum, þannig valla marktækum munur þar. Mun fleiri stóðsendingar hjá Gnúpverjum að meðaltali. Skotnýting í rauninni nokkuð svipuð, örlítið betri í 2 stiga hjá Gnúpverjum en örlítið betri í 3 stiga hjá IA. En vítanýtingin ennþá, þó hún sé á uppleið hjá Skagamönnum, þá er hún ennþá töluvert frá því sem að menn vilja sjá. Nú síðustu leikir þessara liða, ef við berum þá saman og fáum hérna skilti sem sýnir það. Skagamenn eins og áður segir án sigurs náttúrulega, en síðustu 3 leikir hafa verið svona örlítið upp á við þrátt fyrir töp. Síðast 1. desember fyrir viku síðan tapaði IA fyrir Hamri í Hveragerði 95-88. Þar áður hérna heimavelli 86-99 gegn Fjölni. Þar áður á heimavelli gegn FSU í 80-87 í mjög jöfnuleik, þar sem að FSU svona rétt sildu fram úr á lykilmomentum í 4. leikluta. Þar áður 2 slæmtöp gegn Blikum hér heima, þar sem að Derek Sjás var meiddur og á leiðinni heim og Áskell Jónsson nýfarinn í Skallagrím. Og þar áður útivelli móti Snæfelli hjá Gnúpverjum. Hefur þetta verið svona öllu jafnara yfir þessa síðustu 5 leiki. 10. nóvember rétt marði Fjölnir Gnúpverja 92-91. 12. nóvember tóku þeir á móti Snæfelli og töpuðu 95-110. Þar á eftir á 17. nóvember útileikur gegn Hamri 90-87, 3 stiga tap. 27. nóvember töpuðu fyrir Blikum á heimavelli með 9 stigum og 3. desember töpuðu þeir með 11 stigum á heimavelli gegn Vestra. Núna rétt rúmar 10 mínútur í leik. Það er kannski ekki úr vegi að renna yfir leikmannahópana hjá liðunum. Hjá gestunum er númer 4 Tómas Steindórsson, númer 18 Jón Valdimarsson og númer 9 Bjarni Eiríksson. Númer 10 er Hákon Bjarnason,
Númer 24 Everest Richardson, við skulum fylgjast vel með honum hér í kvöld. Númer 33 Raunar Guðmundsson, númer 35 Ægir Bjarnason, númer 41 Bjarki Kristinsson, númer 43 Jóhannes Helgason og númer 62 Atli Gunnarsson. Þjálfari Gnúpverja Mate Dalmæ. Skagaliðið þannig skipað í kvöld að númer 2 Jón Frímannsson, númer 3 Markus Dúberi, númer 4 Axel Fannar Elvason, númer 13 Ómar Helgason, númer 14 Jón Orri Kristjánsson, númer 17 Sigurður Rúnar Sigursson, númer 18 Helgir Hrafn Þorláksson, númer 20 Ármann Örn Vilbergsson, 21 Jóhannes Valur Hafsteinsson, númer 23 Andri Jökulsson og númer 33 Pálmi Snær Hlinason. Þjálfari Skagamanna enn sem fyrr Jón Þór Þórðarsson og honum til aðstoðar Stefán Jóhann Hrinsson. Jón Þór sagði mér skemmtilega staðreynd hérna áðan sem að svona yljaði mér örlítið hjartaræturnar. En IA hefur heitið því að vinni sigur hér í kvöld og þá munið þið láta allan aðgangseyri, allan ágóða af þessum leik renna í söfnun til styrktar honum Kidda Jens sem að hefur þurft að eiga við erfið veikindi í langan tíma og einnig má minna á það að klukkan 11 í fyrramálið þá verður í Akraneshöll styrktarleikur til styrktar söfnuninni fyrir Kidda Jens þar sem að IA tekur á móti Val í knattspyrnu karla og við verðum að sjálfsögðu þar á staðnum með beina útsendingu ef að net leyfir allavega. Við erum mótið svo vanir í að senda út í gegnum fast net að við vitum ekki hvernig 4G virkar á morgun en við vonum að sjálfsögðu það besta þannig að við getum verið þar og fylgst með þeim skemmtilega viðburði. Kannski nota tækifæri bara fyrir hönd okkar allra á IA TV að óska Kidda Jens góðs gengis í því sem framhaldin hjá honum og við hvetjum ykkur að sjálfsögðu til að leggja þessari söfnun lið. Ekki nokkur einasta spurning með það. En núna rétt tæpar 8 mínútur í leik. Ég þarf að draga mig hlé hér með mér og eftir verður Hannibal Hauksson, körfuknattleiks gúrú á Akranesi og við munum vera hérna sitja saman og fylgjast með þessum leik. En þangað til eftir smástund að þá bara get ég kannski hellt upp á eitt kaffibolla eða svo eða hringt á pítsu eða eitthvað svoleiðis. Við hérna heyrumst eftir smá.
Jæja, þá er þetta verk afstæðið. Ég veit ekki hvort þið heyrðuð eitthvað í þessu en þið voru svo sem búin að heyra leikmannalistan hjá mér áðan. Nú ég býð hér ennþá eftir Hannibali Haugsinni sem hafði lofað mér að vera hérna mér til samlætis í kvöld. Það er þess virði að kíkja á hvaða aðri leikir eru í kvöld. Á Íslandi í úrvalsdeild karla er Þór Þorláksson að taka á móti Þór Akureyri og að sjálfsögðu hér í að taka á móti Gnúpverjum. Fjölnir tekur á móti Breiðabliki einnig klukkan 19:15 og Hamar tekur á móti Snæfelli klukkan 19:15. Síðan klukkan 20 er það FSU Vestri, þannig að það er fullt af körfubolta og við munum svo sem reyna eins og við getum að gefa ykkur svona uppfæra stöður í þeim leikjum svona eftir því sem að kvöldi líður. Ekki mannmargt á Vesturgötunni ennþá í kvöld en það er nú svo sem svona almennt bragur skagamanna að þeir mæta þegar þeir þurfa að mæta. Ekkert oflangur tími þar á undan. Þannig að við vonum að aukist aðeins við í stúkunni. Það hefur verið fín stemming í undanförnum heimaleikjum. En eins og ég sagði með þetta Gnúpverja lið, þetta er greinilega lið sko sem að þeir skora töluvert en fá á sig mikið af stigum, þannig að það verður gaman að sjá með hvernig skagamönnum sem að hafa ekki verið þekktir fyrir það í vetur að skora mikið af stigum, hvernig þeim reiðir af á móti Gnúpverjum. En þó að stigaskori hjá IA hefur verið að fara upp svona eftir því sem að líður á veru Markus Dúberi hér. Þeir eru komnir upp í, þeir eru þarna verið að skora hvað? 80 stig, 86 stig og 88 stig í síðustu leikjum og við skulum bara vona að þeir haldi áfram að stiga skrefinu upp á við. Markus Dúberi náttúrulega var einhverja daga að koma sér í almennilegt stand en hann á eflaust bara eftir að halda áfram að vaksa. And if you're joining us from America, welcome to IA TV. If you're watching Markus Dúberi, you're a friend or family, we welcome you especially to this broadcast and we hope that we get a good game tonight. And if you keep watching us this winter, you might even learn some Icelandic just from these broadcasts of ours, so have fun. Hannibal Haugsson er búinn að koma hérna og skilja eftir úlpuna hjá mér, þannig að þetta er allt að gerast. Byrjunin er að gera sig klár. Markus Dúberi, Ármann Örn, Jón Orri, Andri Jökulsson og Jóhannes Valur komnir inn hjá IA. Hjá Gnúpverjum sé ég hér leikmann númer 35 Ægir Bjarnason, 62 Atli Gunnarsson, þetta er nú, og síðan erum við með númer 33, það er Raunar, og að sjálfsögðu Everes Richardsson og númer 10 Hákon Bjarnason. Hannibal Haugsson, velkomin í settið. Takk fyrir maður. Ég var orðin úrkula vonar að þú myndir koma og fólki heima eflaust alveg komið fram á fremstu brún á sætinu. Skildi hann koma, skildi hann ekki koma? Já, góðir hluti gera stundum hægt. Já, mér fannst ég vera að byrja að bíða eftir Godó. Já. En
Veit ekki hversu margir fatta hvað ég er að meina með því en svona svo ég spoili því, Gótó kemur aldrei. En Skagamenn byrjaði í sókn, Markus, það er varðið skot, Jóhannes nær boltanum. Það er breytt byrjunarlið hjá Skagamönnum. Já, Ármann upp í langan drist, langt frá, Jón Orri með sitt fyrsta frákast, Andri upp í skot, það er af, Jóhannes nær að slá þetta út af Markus. Og Andra langaði þarna, Jóhannes undir körfunni, hvað er dæmt, já, Gnúbyrjar slá hann út af. Ég var að tala hérna áðan að þetta Gnúbyrjalið er sannarlega sýnd við en ekki gefin. Algjörlega, þetta er náttúrulega blanda lið af reyndum mönnum úr öðrum liðum líka. Og svo náttúrulega er með þennan mann hérna sem er... Everett sendur hann. Já, þeir skora fyrstu stigin, það er Ægir sem að skora þau. Og þeir pressa bara hátt. Ármann. Já, hann er náttúrulega, við megum ekki kasta boltana frá okkur, Everett, og það er bara strax orðið 4-0, ekki góð byrjun hjá Skagamönnum. Það sem verða er að Jón Orri virtist fá eitthvað högg hérna sem að... Það vill að dæmt þarna, já, á Hraunar. Já, er Jón Orri að kvinga sér ín hérna eitthvað? Já. Þetta hefur verið svolítið vandamál Skagamanna að kasta boltanum of auðveldlega frá sér, fá á sig auðvelda körfur. Já, það er draumur hvers anstæðing sem ætla svoleiðis liði. Já, þeir spila hérna einhvers konar svæði, 3-2 ef ég með Everett hérna fremstan og hérna er Andri undir körfunni. Já, þetta var flott. Þetta var fínt. Það er ákveðin kunst að spila móti svæðisvörn. Já. Og sú kunst er náttúrulega fyrst og næst að láta boltan ganga hratt. Já, harðfylgis karfa hérna hjá Atla. Sjáum það, þeir pressa hátt, Jóhannes. Og yfir á Ármann sem að keyrir inn. Finnur Markus og Andri í opnu skoti. Og það er honni! Þristur. Langþráður þristur. Já. Kom vandar að fá þennan strák í gang. Og eins á móti þessu svæði að verðum að fá skýtnur okkar í gang. Já. Reyna að reka þá í maðuramann, þeir virðast ekki vilja það. Everett. Hann fer í þrist í horninu, hittir ekki, baráttu um frákastið, hann endar með boltan aftur, hoppar fram hjá Jóni, leggur hann honni. 8-5. Hann náður ekki að stilla upp í pressuna, Jóhannes upp í snögt skot. Já, þetta er punkturinn hans. Þetta er vel æft skot. Ægir, hann fer upp í tvist, hittir ekki. Andri með frákast. Hún verður aðeins að bakka, þeir pressa sennilega eftir skoraðarkörfur eingöngu. Nú verður að koma á boltan á stað eitthvað, Ármann. Og það er beint honni. Þetta er ekki flókið, eitt skrín, ein sending. Ef allar sóknarleikar væri svona öðuldur þá væri þetta nú einföld íþrótt. Já, það er einfaldar þetta aðeins að hafa Ármann hann að taka boltan. Já. Þessi hittir enda leiku helvít á. Já, en hann tekur líka tæplega 10 skot í leik. 10 þryggjastega skot að jafnaði. Og Ármann, já, hann langaði en hætti við, Jón og Ármann upp í þristinn. Og hittir ekki, Jón í baráttunni. Everett keyrir bara á þetta. Og Atli með þessi legur ofan í. Já, nei, Hákon fyrirgefi heitir hann. Ármann, við erum að fá hreyfingu á bæði á boltamönnum núna. Ármann keyrir inn, sendir hann yfir á Jóhannes, hann út á Markus, finnur Andra. Andri upp í skotið, annað. 13-13, þetta er mjög jafnt. Já, töluvert mikið skorað. Við viljum fá stopp hérna, við erum að finna. Nei, þetta er allt of auðvelt. Og það er leikhlé. Jóni líkar ekki þessi varnarleikur, það er nokkuð ljóst. Skiljanlega, þetta eru þó að staðan sé 13-15 þá eru körfuturnar hjá þeim búin að vera töluvert auðveldir heldur en okkur. Alveg klálega. Þannig að sóknarleikurinn okkar er ágættur þannig séð en varnarleikurinn er afskaplega lélegur.
Já, það ég myndist á það áðan að það töluvert af leikjum í fyrstudeildinni. Það eru 4 leikir í fyrstudeildinni í kvöld. Snæfell byrjar að komast hérna, komið í 7-4 á móti Hamri. Þorlákshöfn komið í 3-0 gegn Þór Akureyri. Og Fjölnir einu stigi yfir gegn Breiðabliki í upphæðuleik 7-6. Þannig að, en ég var að ræða eins stöðutöfluna hérna áðan í mikilli innræðu Hannibal og þessi deild orðin eiginlega algjörlega tvískipt. Það hérna niður í 7. sæti, þar munar 8 stigum og síðan eru þarna þessi 3 lið, Gnúpverjar, FSU og IA vel fyrir neðan. Já. Og þannig að það svo sem lítill séns að ég spáði því hérna áðan að þau lið sem eru núna að raða sér í efstu 5 að þau muni gera það. Það bara spurning hver röðin verður á þeim. Já, ég sammála því og þó að sé margir leikir eftir í þessu deilda þá einhvern veginn held ég að þetta sé svona línu séu pínu farnar að skýrast hvað þetta varðar. Já. Ég ekki viss að Fjölnismenn hafi það í sér að hafi nógu sterkt lið til þess að koma sér upp fyrir. Jón Orri með boltan, eitthvað styrt núna, 5 sekúndur, Markus þarf að skjóta, flóter, hittir ekki og dæmt villa á Markus. Eitthvað smá pata ákvæðan í sóknu. Já. 15-13. Skipting í vendum hjá Skagamanum, Helgi að koma inn á eftir smá. Já, hann ætlar að gera það núna bara. Já. Fyrir Jóhannes. Og hann þarf að skipta hann Hákon. Eitthvað blóðkast held ég. Já, í hans stað að koma. Það erfitt að sjá númerin á þessum búningum. Það bara erfitt að sjá þessum búninga. Þetta eitthvað kamoflass. Það 41, Bjarki Kristinsson kominn inn á. Kemur Ægir upp með boltan. Nú verðum við að fara að fá stopp. Einhver smá kraft í Helgi settur til höfuðs. Richardson. Ægir finnur Atla. Skilar þess svona í 17-13. Nú þurfum við að fá góða sókn á Skagamegin. Markus keyrir á stað, hendur hann út á Helga, fær hann aftur í horninu, fer upp í skotið, fer ofan á spjaldið. Og hér kemur Hraunar og Jón Orri verst ágætlega en Richardson skilar þess svona í. Andri, hann ætlar að keyra, Atli stoppar það. Markus, þeir eru komnir bara í maður og mannvörn aftur hérna. Andri Jökulsson upp í þrist og það þriðji. Beintoni. Andri sjóðheitur í kvöld. Sem eru gleðifréttir. Sem eru mikla gleðifréttir, hann hefur verið ískaldur það sem af er. Og ég veit að hann fagnar það mest sjálfur. Já. Hraunar kemur hérna og Andri dæmdur brotlegur. Já, við kennum það eins og brúðum manni sæmir. Kemur Sigurður Rúnar inn fyrir Jón Orra. Þá kemur vítaskotið hjá Hraunari. Það Beintoni. Er þetta ekki fyrstu vítin í þessu leik? Jú, fyrstu vítin. Töluvert mikið skorað. Já, bæði honni hjá Hraunari. Þeir pressa ennþá nokkuð hátt. Markus og Ármann hleypur hérna upp. Já, þeir skipta á því. Sigurður á Atla. Andri. Erfisending, Markus bjargar því, 7 sekúndur á klukkunni. Já, þetta var... Bjarki, dæmdur brotlegur. Já.
Tæpsending hana, Atli komst á milli, slæra hann út af. Það er allt voða styrt. Sóknar megin núna hjá IA. Þó eru þeir búin að skora töluvert mikið að stigum, en þetta er svona... Þetta er búin að vera erfiðar körfu, þó að þetta séu kannski búin að vera þristar sem hafa dottið niður, en svona aðdragandinn að þeim hefur ekki verið nógu sannfærandi. Og Helgi, tæpsending aftur. Helgi fær skrín á Sigurði. Sigurður býður sig undir. Markus. Og upp í stuttskot. Hittir ekki Sigurð í baráttunni. Slæðir hann út. Þetta endar hvar? Í höndunum á Helga. Og Andri fær hann aftur. Sigurður. Og hann tekur feik. Og þarna var nú tegði Richardson síðan. Já. Sending á Atla, fín vörn hjá Andra, en hann nær boltanum aftur. 7 stiga munur. Tilfinningin mín er svo að Knúpur eru búin að taka tölvöld fleiri sóknarflagastöldur en við. Já, það var hérna í fyrstu sókninni hjá IA sem að Markus núna upp í þristinn, hittir ekki. Við þurfum að fá hann í gang alveg klálega. Þá kemur Richardson með eitthvað shake and bake, vel gert hjá Sigurði. Helgi með slæma sendingu. Ægir kemst á milli og hann kastar honum út af. Þetta er fimbulfambinn á báðum. Það er smitandi. Greinilega. Þá koma skiptingar hjá, þá kemur aftur Hákon inn á og einnig er komin inn á leikmann nr. 9 Bjarni Eiríksson. Og hjá Skagamönnum komið Pálmi og Jón Frímannsson inn á. Já. Og fyrir Andra og Ármann þá sannlega. Já. Helgi með boltan hérna fyrir utan, finnur Pálma, hann er komið með hann inn á Jón Frímanns og hann fer á stað. Pálmi, Markus, feik og hann beint upp í þrist og það er honni. Þurftum þennan. Hann þurfti hann meira en við sennilega. Heldur betur. Þá koma Knúberjar og dæmt villa á Jón Frímannsson undir körfunni. Já. Hann lætur menn aldrei í friði, það er bara svoleiðis. Hvar sem boltinn er á vellinum. Og við fílum það. Yep. Atli, Richardson, Helgi pressa stíft á hann, en hann nær að koma sér í skotið. Þetta er erfitt skot. Jón með frákastið, finnur Markus. Hann er 1 á 4. Fullt af snertingum hann en ekki kallað, en við erum vanir. Og Helgi dæmdur brotlegur og er þá styttist nú eflaust í skotrétt. Hann að dæma þær á næstu snertingu. Já, hann setti fótinn hann upp auðvitað, en þá er skipting. Atli fer út af og inn á kemur Tómas Steindórsson. Richardson fær hann, Helgi pressar ennþá stíft á hann og hann finnur sér skot langt af, en villa aftur dæmt á Jón Frímanns í baráttunum frákastið og það eru þá 2 skot. Það var 5. liðsvillan og skipting. Markus fær hvíld og Axel kemur inn á. Dómarar að yfirfara væntanlega blóðgunina hjá Hákoni frá því áðan, en þeir eru sáttir. Getur hann aukið munin aftur í 6 stig. Komin hálfa leið, 24-19. Tæpar 2 mínútur eftir, það voru aðeins hægst á stigaskorinu. Já. Já. 20 og þannig fer hann af fætinum á Knúberjanum. Já. Maður og mann pressa hérna, nú verður það einhverju fleiri að bjóða sig, sýnist mér. Já, vel leyst hjá Helga og slæm sending. Tómas komst inn í þetta og er ekki, já, ég held ekki að dæma á þetta.
en gerði það nú fyrir rest. Axel stoppaði þetta með fætinum. Þá Tómas Sigurður spila stífa vörn en frábærlega gert hjá Tómasi. Og þú menn að hjálpast að við þessa pressu. Helgi Hrafn. Það vil fá eitthvað hérna í gang. Jón, Jón gefur honum hundurinn. Axel upp í þrist og Axel nálægt í. Pálmi með gott frákast. Finnur Helga. Sigurður Rúnar, örugg. Nei. Jón Frímanns og hvað? Já, góð barátta hjá Jóni. Það vil Siggi að klára þetta sterkt. Alveg klálega. Við hefðum viljað sjá það. Siggi fær hann hérna og vill rétta Axel, hann fær hann ekki. Jón Frímanns, Helgi, það þristur, hittir ekki. Pálmi í baráttunni við Richardsson hann, en hann hefði betur. Kemur á ferðinni með frábæra sendingu inn á Hákon. Það eru 10 steg munur, það bara allt of mikið. Þetta allt of mikið, alveg klárt. Enn á ný Skaginn að fá á sig töluvert af stigum í einum og sama fjórðungnum. Það það sem maður hefur heyrt. Jón Frímanns í góð vörn hjá Tómasi, segja dómararnir allavega. Jón, hann var með rétta skotklukku í huga held ég. Já. Kemur Tómas, fín vörn hjá Sigga hvað, en dæmdu brotlegur. Já, þeir eru bara í 100% á vítalínunni í kvöld. Já. Hingað til. Já. Það meðan við höfum ekki tekið víti. Nei. Ein sókn, 12 sekundur 10. Helgi fær hindrun, keyrir inn að körfunni. Þarna nú svona villu lykt í besta falli. Richardsson sendir hann út í hornið og það þristur, hittir ekki. 31-19. Ég hef verið að ræða þetta við Jón áðan og hérna það sem hefur vantað hjá IA einmitt að spila alla fjórðungana vel, að hitta á leik þar sem við spilum alla fjórðungana vel. Algjörlega. Hér erum við bara strax í fyrsta fjórðungi að sjá vonandi slæma fjórðungin. Já, algjörlega. Ég meina 19 stig skora eftir að hafa verið búin að skora held ég 16 eftir 5 mínútur sko. Algjörlega. Þannig að það er alveg hræðilega síðustu 5 mínútur meðan þeir skora ábygglega einhver 16 á móti okkur þá. Já, við hérna tökum okkur örlítið andrými. Það er kannski rétt að nota tækifæri að minna aftur á styrktarleik fyrir Kidda Jens á morgun í Valur í Akraneshöll. Algjörlega. Á morgun klukkan 11 og við stefnum á að vera með þann leik í beinni. Já, og gaman að geta þess að allur ágóðun af þessum leik hérna í dag rennur einmitt í styrkin fyrir hann Kidda. Já, það er mjög vallegt. Við erum ein íþróttafjölskylda hérna og hann er klárlega stór partur af íþróttafjölskyldunni hérna á Akranesi. Algjörlega. Mikill íþróttaáhuga maður. Og við stöndum með okkar bræðrum, það er bara svo leiðis. En 31-19 eftir fyrsta fjórðung. Nú verður eitthvað að gerast. Það er einhver... Það býðir til lagstáttunni sem já. Kannski Hamar er yfir 29-27 eftir fyrsta leikluta í Hveragerði. Þór Þorláksson er að busta Þór Akureyri.
og Fjölnir 5 stigum yfir eftir fyrsta leikluta móti Breiðabliki 20-15. Þannig að það alltaf gerast í þessu. Já, þetta var betra. Já, byrja vel, fyrsta stopp og frákastuður okkar. Já, nú alltaf byrjunarlið fekk allt smá hvíld hjá IA en Markus hér, Tómas á honum, þá einhver tittur á Jóni. Það finna hann ekki. Finna hann ekki, Andri finnur Markus, 5 sekúndur á klukkunni, flóter, hittir ekki. Og kemur Richardson og hann ótrúlegur. Hendi hann í Evrópuskriðið. Já. Dálítið magnað að, já, Jóhannes í þristinn, aðeins svo langur, ná ekki frákastinu. Mér finnst það svo merkilegt að mér finnur alltaf fundist einhvern veginn eins og amerísku leikmennir séu bestir í Eurosteppinu. Já. Hér Atli að skora, þetta heldur áfram. Ég meina hann aðeins undir körfunni, þannig að þetta ekki hægt. Markus upp í snöggan tvist, spjaldið og Jóhannes í baráttunni, kastar. Þetta vandamál okkar, Skagamanna, köstum boltanum allt of mikið á mótherja. Markus tekur frákastið. Já, þetta bjargaðist. Það menn eru ennþá pínlítið andlega fjárverðandi síns mér. Já, ég hlaði eitt YouTube hana. Já, Jóhannes kemur upp, nei það Ármann sem kemur upp. Já, Andri í þristinn, hittir ekki, Jóhannes í baráttunni. Richardson kemur og þar hann með 2 með sér. Það ekki mikill ákafi að keyra tilbaka. Ég geti alveg rétt ímyndað mér að sjóði á Jóni þó núna. Já, ég meina 6-3 upphafi annars leikluta þess að eftir að tapa fyrir leiklutunum með næstu, ég veit ekki hvað mörgum stigum, 60 stigum, 15 stigum. Jón fær hann, reynir að finna Ármann, Andri þá, hann keyrir inn og það dæmt vill á Tómas. Já, loksins fáum við víta sko. Já, stúkan tekur við sér, hún kann að meta það að það sé dæmt. Þá Ægir að koma inn á aftur í staðan fyrir Bjarka Kristinsson. Það einhver deyfði yfir í liðinu. Það bara sem mjög skrítið. Þetta fyrirfram hefði maður hugsað að þetta væri klárlega leikur sem að við eigum að eiga góðan möguleika í. Já, við erum náttúrulega búin að mæta þeim 2 sinnum, einu sinni æfingarleik fyrir deildina og svo í deildarleik á þeirra heimavelli og það er 1-1. Andri með og Jón með góða baráttu þarna. Atli fær boltan í sig og út af. Jóhannes og Markus með fadeaway jumper í ringin og út af. Jón með frábært frákast en þvílík keisla þarna á Bjarna sem að komst fram fyrir Andra og Ármann langar í þristinn, hann tekur hann. Já. Nú þarf bara að stoppa það, þetta allt og auðvitað sannlega. Já, við erum að tala 16 stiga mun hérna, við erum á heimavelli. Koma nú. Atli, Tómas, finnur Richardson sem að kemst inn að körfunni. Þetta allt of auðvelt. Ég alveg að hallast að því að það þyrfti hreinlega að tvöfalda bara miklu meira á Richardson þegar hann fær boltan. Jóhannes í þristinn. Það Ronny. Það von. Já. En við verðum að stoppa hinum einn. Það þýr ekkert að skora ef að hitlið, sjáu þið, þá vantar meiri hjálp. Jóhannes bara að missa hann fram hjá sér og þá verður að vera einhver fyrir aftan hann. Það bara svoleiðis. Ég kalla eftir því. Ég held að Everett sé komið með 19 stig miðjan annan leikluta. Markus fær skrín frá Andra, sending út í horni á Jóhannes, hann í þristinn. Það Ronny. Það Bjart og það leikli hjá Knúbergjum. Þetta nú ekkert panikleikli held ég, 14 stiga munur. Og við ætlum að anda aðeins.
Jæja, þá leiklið búið og vonum að Jón Þór og Stefán hafi nýtt það vel til þess að berja kjark í sína menn. Já, það ein mjög auðveld leið í því, það að stoppa Everett. Hann með sko 9 onni á 13 skotum á 13 mínútum. Já, og það náttúrulega merki að skotin sem hann að fá alltaf auðveld. Já. Og hér hann að fá boltan. Helgi Hrafn kominn á hann núna aftur. Helgi, rekan í þessi skot. Já. Mjög tæpar sendingar. Þannig var hann á heppnin með Andra og Markus. Dúberi keirir inn, flóter og Hattar þetta svona stöngin út dagur í dag. Já, mér finnst það. Eða ringurinn af, það ekki svona meira körfubolta lingó. En baráttan í Jóni Orra skila sér í innkasti sem að Skaginn á, réttir Markus boltan, hann fer upp í skot og setur það. Þetta er ekta Jón Orri, hann hefur bara sagt hann að þú tekur skotið strax aftur, ekki drögg. Já. Atli og stólinbolti á Markusi, fær hann hérna aftur, sendir hann upp á Ármann, Ármann verður að snúa við. Þetta er ekki kannski hans sterkast hlið en hann hendir boltanum frá sér, Hákon stelur honum og þar Richardsson. Ég myndi segja fyrstur fram en hann var síðastur aftur eða meira. Já, þetta var svona svindlkarfa. Já. 45-31. Helgi keirir upp, Jón Orri. Hann meira fyrir að finna menn í kringu sig. Ármann upp í skotið, hittir ekki og hvað? Þetta ég bolt, nei. Já. Það lítur eitthvað að þessu þetta með þeim líka. Koma Gnúberjar. Hraunar með boltan, Hákon og nú verður hjálpavörðin að vera klár fyrir aftan. Já, hann skópla honum með olbúanum, hann vel spottað hjá dómarunum. Þetta góðu dómur. Já, Jakob alveg með þetta á hreinu. Já, vel gert hjá honum. Já, Helgi Hrafn kemur honum að Andra og aftur á Helga, þá stilt upp, Markus kemst í boltan. Það með Helga, það er svo mikil yfirvegun yfir honum. Og Markus, já, hann að hitna og við þurfum það svo sannarlega, munurinn orðinn 12 stig. Þetta svona, var 16 áðan, 12 núna, þetta þolinmæðis vinna. En það þarf bara smá geðveiki í vörnina, kemur nei, það brotið fyrir, ég held að þetta sé rétt. Já, hann að dæma á hann ýtir í baki á honum áður en hann grípur boltan. Já, hann að dæma á það áður en hann nær boltanum. Þetta bara vel gert. Við rósum góðri dómgæslu í Hvívetna. Já. Hér á IATV í samstarfi við Omnis. En nú byrjar halda sóknin áfram. Hraunar, Atli og þeir reyna einangrar ekki fyrir Richardsson eða hvað. Nei, Hraunar kemst inn að körfunni, missir að skotið. Og Helgi á ferðinni og erfitt skot, mjög erfitt skot. Þá koma Gnúberjar tilbaka og Helgi tekur frákast 1, nú þið 2 á 1. Markus lítur að klára þetta og það er þetta ekki óíþjóttumannslega villa? Það svona alveg á mörkunum sko. Hann fer ekki með hendin í hendunar á honum sko, hann að fyrir lappirnar á honum. Já. Nei, það bara óskup venjuleg hindrunarvilla. Þetta var örugglega á gráu svæði eins og segir. Já, veist að því að það búið að breyta þessu reglum og þá finnst mér algjör óþarf að sé ekki dæmt þetta. Já, þetta vissulega hættulegt og hleypur svona undir mann sem að stökkva hann inn. En, sérðu, það rúlaði upp úr, þetta svolítið stíllinn en hann skilar báðum vítunum honni, munurinn orðinn 10 stig. Við erum að éta þetta niður í rólegheitunum, bara halda því áfram. Fín vörn í Helga, Everett fer ekki boltan. Hann kemst þó í hann hérna. Richardsson, hann leist ekki að skjóta yfir Jón en þetta er nefnilega það sem hann einnig mjög góður í. Hann tekur ekki bara, hann skorar ekki bara, hann tekur þátt í einhverjum tæplega 50% af öllum þeirra skoruðum körfum. Já, ég get stóðsendingum líka. Meira sko. Já. Hann ég held að sé með einhverju 7 stóðsendingar leik ofan að þessi 39 stig eða hvað það er. Já.
Það er kannski spurning stöðu uppdeitt hérna miðjan annan fjórðung. Fjölnir er 3 stigum yfir gegn Breiðabliki. Við erum kannski á fljótari útiloka á. Snæfellingar komnir vel yfir á móti Hamri núna, 58-44 og Þorlákshöfn í Dominos-deildinni er vel yfir á móti í nöfnum sínu frá Akureyri. En það er aldeilis að Snæfellingar hafa dottið í gang. Hamar var yfir eftir fyrsta fjórðung. En það var nú gaman að sjá nánari upplýsingar úr þeim leik. En eins og ég segi, við kannski erum full fljótir að útiloka Fjölni úr topp 5. Já. Við erum að tala um einhvern undra fjórðung hérna hjá Emmett Snæfelli í öðrum leikluta. 31 stig og það eru 2 mínútur eftir. Það er 17 stigum heima í Hamri. Þetta er áhugavert. Þetta Snæfellslið er gríðarlega mikið skorandi lið. Já. 47-35. Siggi fær hann hér, Helgi og Markus fær hann svo, kemur með hann upp. Sama lið inn á hjá Gnúberjum. Ómar Örn og Sigurður Rúnar komnir inn á hjá IA. Ómar fær hérna boltan, finnur Markus og Ármann losar sig og finnur Ómar sem að keyrir svo inn hérna, reynir að læða honum inn á Sigurð, tekst ekki. Atli hraður plaups, Karfa enn einu sinni. Þar sem að við missum boltan á sóknarhelmingi og Markus reynir að finna opnun, finnur ekki. Ómar, Helgi kemur á hlaupinu og dæmt villa á Richardson. Þetta er hans önnur villa eða hvað? Þannig að sástu hvað Helgi er í góðu formi. Já. Sjá hvort að Rittarabóli réttir þetta upp. Fjöldan á villanum hjá honum. Ekki ennþá allavega. Markus crossover, fær skrín frá Sigga sem snýr svo inn. Helgi Hrafn, 4 sekúndur á klukkunni. Ómar verður að skjóta. Talið við hann, strákar. Þetta er alltaf kom ekki einu sinni eitt orð frá bekknum sko. Nei, það vantar. Það er merki stemningsleysi. Algjörlega. Og það er vandinn með stemningsleysi. Það er mjög erfitt að vinna bug á því. Það er nefnilega svo opbóðslega smitandi. Ef að stemming er smitandi þá er sko stemmingsleysi bráðsmitandi og Atli með góðar hreyfingu og þeir eru að auka munin aftur, komnir aftur í 16 stig. Helgi kemur upp með boltan. Já, það er hérna fína reyndurum frá Sigga en svo stoppar allt. Ómar. Markus er að reyna að kalla boltan og þetta er mjög klúðuslegu sóknarleikur. 7-6-5 á skotklukku. Markus keyrir inn, erfitt skot og það er ringurinn upp úr. Sjáðu hvað þetta er auðvelt. Þetta eru bara hvert layup að fæta öðru en að beintur niður í körfu. Þetta er ekki leikurinn sem við vorum að vonast eftir. Markus reynir að snúa sig inn, tekst ekki. Og hraðaplipögnum. Raunar, Ármann til varnar. Það kemur Finnar Richardson hérna niður í horninu, hann róar þetta aðeins. Tekur crossover, reynir að finna hérna Hákon, tekst ekki. 18 stiga munur, þá eru þeir Tómas og Bjarni að koma inn á fyrir Richardson fær hvíld í smá stund. Og Jói kemur inn á fyrir Ármann hjá okkur. Jóhann er svolítið fína umkoma á hann. Setti 2 þrista á stöttum tíma. Hún er að enda þennan hálfleik á jákvæðum nótum. Helgi keyrir inn, erfitt. Ómar nær að halda þessu þó á lífi. Siggi af spjaldinu. Trademark. Já, þetta er ekki heppni, þetta er viljandi. Hann æfir þetta. Þannig var mjög einkennilegt skrín hérna með 4. En Atli með fína hreyfingu. Þetta er strákur sem kann boltan. Spilaði með Breiðabliki ef ég man rétt. Já, þetta er.
í upphafi aldarinnar allavega, manni eftir honum þar. Markus með flottan frist og tíminn líður. Þetta var ágætis endapunktur en 15 stiga munur í hálfleik. Já, það er aðeins of mikið. Það er allt of mikið og við ættum kannski að fara yfir hæstu skorara í leiknum hingað til. Ef við skoðum EMA-ina þá erum við með Andra Jökulsson með 12 stig. Markus líkt og Markus Dúberý er líka með, já, hann er með 12 stig, alveg rétt. Jóhannes Valur með 8, Ármann Örn með 6 og Sigur Rúnar 2. Við þurfum meira frá Markusi og við þurfum helst meira líka frá Ármanni. Hjá Gnúberjum er Richardsson með 21 stig, Atli Örn Gunnarsson með 16, Hákon með 6, Tómas og Ægir með 4. Frákastahæstur er einnig Everett Richardsson með 7. Þeir eru 3 hæstir hjá Skagamönnum, Helgi Hrafn, Andri og Markus með, Helgi Hrafn og Andri eru báðir með 3. En við erum að tala með Everett Richardsson, hann er með 7 stóðsendingar líka, hann er að stefna í 3-2 í fyrri hálfleik og það þarf að finna einhver svör til þess að stoppa hann ef að Skagamenn ætla sér að fá eitthvað út úr þessum leik. Já, og skotnýtingi hjá okkur Skagamennum er við erum með 14 og 9 í 38 tilraunum sem eru 36% á móti og svo 5 af 20 þryggjastæði sem er 25% og þetta er lélegt. Já. Á meðan að þeir eru með 24 af 36 í tveggjastæði sem er 66% sem er mjög gott. Já, og nánast allt inn í teig Já, og þeir eru nánast allt inn í teig, það er 22 af 32 sem er inn í teig Já. Herðu, við reynum eins og við getum að tapa ekki gleðinni og það er að koma jól. Já, það er að koma jól og það er skemmtilegu dagur framöndan og við ætlum að skilja ykkur eftir hérna með auglýsingaskilti fyrir þann merka styrktarleik á morgun. Ía Valur, ekki missa á honum. Annarkvort reynið að koma ykkur í höllina og ég líkur þar í hópi góðra vina eða fylgjast með hér á Ía TV. Og þeir sem komast ekki geta lagt inn. Akkurat, við munum byrta styrktarnúmerið í útsendingunni einmitt líka á morgun. En við ekki fara langt. Þetta er hellingur og körfubolta eftir. Sjáumst á eftir.
Jæja, gott fólk. Ég ætla að byrja strax afsökunar á þegar ég er hálfsmjattandi ennþá. Ég vonaði fyrirgefið mér það og að það klárist tiltölulega hratt. Seinni hálfleikur hafinn. Skagamenn í sókn. Ármann á Markus. Markus upp í langan þrist og þessi þurft að detta. Koma svo strákar. Já, aðeins meira líf hérna í vörninni. Jón Orri að öskra sína menn áfram. Hraunar upp í skot. Það er sóknarfrákast. Hákon með það. Hraunar á keirinn. Finnur Richardsson, Jóhannes til varnar. Atli fær hann svo. Hraunar. Skotklukkan að renna út. Frábær hreyfing hjá honum. Nær ekki að setja hann honni. Jóhannes með frákastið. Markus kemur upp. Já. 2 stiga skot og það er honni. 5-0 byrjun hjá Skaganum. Þá kemur Richardsson, þeir skipta. Já, gott, 3 stiga skot hjá Ægi. Svarar fyrir Gnúberja. Jón Orri fær boltan, Markus keirinn. Og Ármann síðan í gegn og það er villa dæmd á 33, það er Hraunar. Hindraði þarna Ármann þar sem hann keiri í gegnum deginn. Jón Orri fær hann svo, réttir Ármanni. Ármann aftur á Jón, síðan Jóhannes Valur. 2 stiga skot hittir ekki, Jón Orri sterkur og dæmd villa á Hákon sem að kræktist þarna í Jón. Þannig að bara hafa vita og láta hann í friði þegar hann er að taka sér frákast. Hann á heima hérna. Jón fær hann hérna inn, réttir Markus. Markus keirir inn, finnur Jóhannes í horninu, 2 stiga skot, hittir ekki og enn aftur. Jón Orri nær ekki. Valda á boltanum. Richardsson. Ægir. Það er Hraunar upp í þrist, hittir ekki. Markus. Tekur frákastið, þeir eru að koma með honum. Já, vel gert hjá Markusi. Erfitt og það er dæmd villa á Richardsson. Sjá, Richardsson er þá komið með 3 villur. Og Markus setur það onni. Og já 11 stiga munur. Ágætis byrjun, bara að halda þessu gangandi. Aðeins meira líf að sjá í vörninni. Richardsson upp í þrist. Við þurftum ekki þessa körfu. Nei, en langt úti, þannig að alla jafna myndum en alveg vilja sjá gefa mönnum svona skot. Jóhannes eftir að Markus, Jón Orri snýr inn og skorar og það er dæmt villa. Hann hefur sennilega verið inn í þessum ringbóa sem að þarna er að sjá, en Jón Orri skorar og dæmt hindrunarvilla á Hákon. Ég held að þetta sé síðasta skipti sem að Hákon reynir að taka ruðning á Jón Orri þessum leik. Já, hann er bara farinn. Já. Sennilega blóðkast aftur. Það er aðeins að fara að hugsa sinn gang. Nei, ef allir gamlega sleppti þá er þetta nú ekkert grín að lenda undir Jóni sko. Nei, en það var hann var ekki svo sem sáttur líka með að fá dæmd á sig villu þarna. Nei. En ég held að spurningin snúist náttúrulega fyrst og næst hvar hann stendur þegar þessi árekstur á sér stað. Hann hefði aldrei getað fengið rauning ef hann er inn í bóðanum. Akkurat. En Jón Orri á vítalínuna. Og það er honni. Allir stöðleikur. Við erum að halda árum fór stopp, halda stemmingun í vörninni og fá hans líf á bekkinn. Hérna, nú eru þeir varnarmegin. Jón Orri öskra sína menn áfram. Skrínir hérna með 4, hann er alltaf með olbónu svo hátt upp, þetta er stórættilegt. Já. Hraunar á Ægi, hann upp í þrist. Hittir ekki, dæmd villa á Jóhannes sem að hrindir hann í baki á Richardsson í frákastinu.
Já, þá innkastið, Richardson var hérna, náði að opna sig í horninu. Tómas og Jón Orri reynir að teygja sig í hann og hann ótrúlega lunginn að finna boltan. Markus með góða hreyfingu og sástu hvernig hann skildi. Losaði sig við mannin, hann skaust. Þetta var fallegt. Þyngdarpunkturinn neðarlega hana. Sérðu, já, þetta rétt sem hún segir, olbúarnir uppi. Ég bara skil ekki að dómarnir sjá þetta. Markus Stúberi keyrir hérna upp í 2 stiga skot, hittir ekki, þessi mátti þetta. Ármann opinn út á kantinum og Markus biðst afsökunar að hafa ekki séð hann eða hafi ekki látið hann fá boltan. Og það Tómas allt og einn hana undir og Atli enda með boltan, Richardson. 2 sóknarfrákast þarna hjá Gnúburum. Og það eitt hann á sóknarfrákastu og annað að þeir eru að refsa í hvert einasta skipti nánast. Já. Markus finnur Andra sem var heitur í fyrri áleik og hann ekkert að kólna hérna. 9 stiga munur, við erum að éta þetta niður. Fín byrjun og síðari hálfleik hjá Skagamönnum. Richardson finnur Ægi sem að finnur körfuna. 2 stig. Ægir sjóðheitur núna líka og Markus á Andra. Andri vill halda áfram, hittir ekki í þetta skiptið. Tómas endaði hann í gólfinu en Ægir ætlar hann að halda áfram, hittir ekki. Einhver barátta hann undir milli Atla og Andra en jæja. Höldum áfram að minnka munin hér. Ármann kemur hlaupandi í gegn. Slögg sendingi á Andra. Jóhannes upp í þristinn. Hittir ekki. Nú eru Skagamenn orðnir aðeins ragari við að keyra inn í sóknarfrákastinn eftir öll hraðaplöfs stigin sem fengi á sig í fyrri hálfleik. Það þyrfti einhver að fórna sér að hlaupa bara á olnbogana á honum þarna, Tómasi. Fín villa hjá Andra. Lendi illa, snér upp á öklan á sér. Og þetta sé ekki alvarlegt. Já. Öklameiðsli líta aldrei vel út. Nei, þá koma einhver dopi að skiptingum hjá Skagamönnum. Sigur Rúnar fyrir Jón Orra eða hvað, það er leikhlé. Já, ágætis byrjun hjá Skagamönnum hérna í 3. leikluta en þó bara búin að vinna 4 stig tilbaka. Já. En það er ennþá slatta körfubolt eftir. Það vil til að 11 stig í körfubolta ekki mikið en þá verðum við aðeins að bæta vörnina. Þar liggur. Já. Markus byrjar seinni hálfleikinn mun betur en þann fyrir hann búinn að skora 10 stig á þessum fyrstu 5 mínútum. Seinni hálfleiks. Og Afrið sem kom með 28-8-8. Já. Við hérna Breiðablik komið yfir gegn Fjölni í byrjun seinni hálfleiks 49-46. Snæfell, Hamar nú eitthvað aðeins að vinna tilbaka 68-62 miðjan. Í svefnukindum leikur. Já, og svo er hafinleikur FSU og Vestra sem að hófst klukkan 8. FSU er þar 11-7 yfir sem stendur. Þannig að, eins og við segjum, fullt af körfubolta í gangi. Og Axel Fannar og Helgi Hrafn og Sigur Rúnar komnir inn á. Jón Orri, Jói og Ármann fá hvíld. Já, Andri Jökulsson er inn á vellinu með þá, þannig að hann hefur nú ekki orðið meint af þessari lendingu. Sem betur fer. Já, en það er vítaskot sem að Tómas Steindorsson tekur og það skila sér. Fingur nonni. Og seinna vítið, það er af en Richardson og dæmt villa á hvern? Sigur Rúnar sýnist mér. Nei, það er á Andra. Sýnist mér. En þarna, maður á ekki að leyfa sóknarfrákast úr vítaskoti, það er bara svoleiðis. Og hann er öruggið uppmálað á vítalínunni, Richardson.
einhver happa vengur fyrir þetta lið. Heldur betur. Skilst að hann sé bara einfallega búsettur á Íslandi í íslenska konu og hann örugglega hérna á öðrum forsendum heldur en flestir aðrir ameríski körfuboltamenn. Markus að snilli sína hérna, Axel inn á Sigurð, finnur Andri hótar skoti, tekur það svo og það er af. Menn með ekki byrja að svekja sig um leið að þau byrja að klikka. Axel tekur við, Richardson, góð vörn hjá Sigga, reyndi þarna sendingun á Tómas. 14 stiga munur, þetta er ekki að ganga eins hratt og við hefum viljað hérna upp í stúku. Ná einhvern veginn alltaf að svara. Hraunar inn á Tómas og hann finnur Everage. Og hvað er að gerast hér? Andri slær boltan út af. Jón Frímannsson að koma inn á fyrir Andra. Og Atli fær hann úr innkastinu, snýr af sér varnam og hvað er dæmt? Dæmt á Jón Frímannsson. Þetta langar mig að sjá aftur, ég vil að viðurkenna það. Ég sé þetta ekki. Jón er í hvarfi við Atla en þetta var karfa góð ekki rétt? Jú, karfa góð. Og enn er Richardson að taka frákast og það er 3 stiga og það er upp úr og enn einn verður að gæla við sóknarfrákastinn, Raunar dæmdur brotlegur þó. Þetta er ekki nógu gott. Nei. Axel fær hann hérna úr innkastinu, Raunar til varnar, Axel fer bara á stað, tekur upp, fær hann aftur, reynir að finna Sigga, Jón Frímanns, finnur Markus. Já, stígur tilbaka, upp í skoti, hittir ekki, Sigurður í baráttunni. Atli enda með hann. Richardson. Dæmd villa á Jón Frímannsson. Þetta er nú... Já, ég hefði skilið fótur en villa fannst mér svolítið sérstakt. Já. 16 stiga munur aftur. Sem þýðir að þessi fjórðungur er jafn en það verður ekki mikið lengur. Richardson á línunni. Þau verður ekki uppmálað. Fjórir á víðalínunum í dag. Markus, já. Það er honi, þetta er mögnur hreyfing hjá honum, hann má eiga það. Já. Hvernig hann er að stoppa sig og varnarmaðurinn endar bara einhverja 7 metra frá honum, það er mér ómögulegt að skilja. Hvað er í gangi með þessi skrím? Ég er hægt að fíla Markus. Ég skil ekki hverju dómarnir sjá þetta. Nei, það er undarlegt. Það er ekki eins og þetta séu litlir olnbóðast. Markus ætlar að taka þetta yfir núna, já. Hann er að reyna að kveiki í sér. Einhver lána honum eldspýtur. Hendurnar í hann. Þetta er af. Markus rífur þetta frákast. Komin einhver keppni í minn mann hérna núna. Já, fær enga villur þarna. Það gerir Siggi aftur á móti. Brotið á honum. Atli dæmdur brotlegur og Sigurður fer á vítalínuna. Sveiflur í þessu. Þá kemur Hákon aftur inn á. Hann hefur haldið rænunni eftir hennan árekstu við Jónaðan. Já, hætt að blæða. Tómas fer af velli sem á Bjarni og er það Jóhannes Helgason sem að kemur inn á. Nei, það er Bjarki Kristinsson. Sigurður skila báðum honni. 12 stiga munur núna. 12 stiga leikur.
Bjarki finnur Richardsson, Helgis pressar hann stíft. Hraunar, það var bara hreinlega að taka manninn úr umferð held ég, en þetta er auðvelt. Vel gert hjá Bjarka hins vegar. 76-62. Stefnir í 100 stiga leik hjá Gnúpurum. Markus finnur Sigurður á Helga. 10 sekúndur á skotklukkunni. Axel á Markus sem að langar á stað en bakkar, fer í þristinn, hittir ekki. Sóknarleikurinn er bara oferfuður einhvern veginn. Hraunar inn á Atla og þar er Hákon í þrist, hittir ekki. Barátta, Sigurður náða stíg út hana. Markus sendir hann út í hornið á Axel Fannar. Kennt viðbröð, Siggi kastar og það endar bara í layupi hinum megin. Everage Richardson. Axel næra að halda þessu á lífi. Axel er svona það sem maður myndi kalla gáða leikmaður, hann notaði hann bara Sigga sem batta og fá dripplið og nýtt. Sigurður finnur Markus og hann setur hausinn undir sig þarna. Komið með Atla á sig, þá á hann að fara á stað. Já, mjög gott. En 14 stiga munur. Nú þurfum við að fá stopp og körfu, takk hjálpa fyrir. Já, 30 sekundur eftir. En Hraunar upp í þrist. Nei. Þeir hafa eitthvað minnskilið okkur hérna. Vildum fá stoppi fyrst og körfu svo. Ekki öfugt. Síðasta sóknin í þriðja leikluta. Hér Markus á Jón Frímanns sem fer inn að körfunni, skilar því ekki onni, þá koma Gnúpverjar með 8 sekúndur á klukkunni og Richard, greip hann ekki þennan bolta og dæmt villa á Sigurð. Já, Sigurður Rúnar dæmdur brotlega, Markus fær þessar 3 sekúndur í hvíld. Pálmi Snær kemur inn á. Sigurbaldur dómar eitthvað að útskýra fyrir Sigurði hvað hann gerði. Siggi á ósammálanum. Og þannig að í staðinn fyrir stopp og körfu þá eru þeir að setja 5 stig í grímuna okkur hérna. Og Axel kemur upp með boltan, það eru 3 sekúndur sem hann hafði og það er villa dæmt. Hann Hákon hvað er að gerast hérna? Óíþróttamannsleg villa dæmt á Hákon, ger ég ráð fyrir. Ég sé ekki hvað er að gerast þarna, en þarna var Axel á leiðin í 3 stiga skot frá miðlínu, en hvað byrjar þá næsti fjórðungur á vítaskoti eða hvað er að gerast? Mér sýnist bara enginn vita hvað er að gerast. Það er mjög mikilvægt fyrir liðin að vita hvort það sé víti eða hvað er í gangi. Það er bara hægt að vita. 2 hjá IA. 2 og 10. Já, óíþróttamennsleg vill á báða, þá cancelast það bara út. Og þá er Jón Frímannsson fouled out. Já, þú segir það. Jón Frímanns hann var með 3 villur fyrir þetta samkvæmt statinu. Hann fekk held í 4. áðan undir körfunni þegar við vissum ekki alveg hvað gerðist og svo núna villu. Ég held alveg pottit hann sem við finnum. En þá er sem sagt 3. leikluta lokið og Gnúpurum tókst að vinna þennan fjórðung einnig 28-24 og auka munin í 19 stig. Þetta er að reynast okkur erfiður ljár í þúfu. Já, ég meina 19 stiga munur núna, við erum búin að skora að meðaltali 21, rúmlega 21 stiga í hverjum leikluta, þannig að við þurfum þá að vinna á 21-0 og þá vinnum við þetta með 2. Já. Það er allt hægt í körfubolta, en það er það sem að ég var að ræða við nokkra gárunga hérna í hálfleiknum og það er náttúrulega bara, þá var
barst talið að því þegar að lið tapar svona mörgum leikjum í röð, það er svo erfitt andlega að rífa sig upp úr því. Algjörlega. Og það er eiginlega ótrúlegt að við séum bara með 0 stig eftir alla þessa leiki sem við búin að vera. Við byrjuðum að tapa mjög naumlega öllu leikinu fyrst og svo töpuðum við stórt á tímabili og svo núna allt á naumlega. Þetta er svo vont. Já. Hákon er hana og Atli inn að körfunni, Oni. Við séum nokkuð sem það er í dag. Og þá er munurinn orðinn 20 pluss 21 stig, Gnúpverjar yfir. Og Markusinn á Jónora. Jónori hefur verið passífur í stigaskorunni í dag. Vill að dæmda á Atla. Jón náttúrulega átti mjög fínan leik síðustu helgi, skoraði 20 stig gegn Hamri. Jón réttir Markus í boltan og það er varið, nei það er dæmt villa, það er því ekkert að fagna því alltaf mikið Bjarki minn. Nei. En full ákafur þarna í, þetta var svona sjónvás vænt enga síður. Og ekkert víst að það hefur verið kallað villa á þetta allstaðar, en Markus Stúberi. Það eru samkomið sjálfsög dómar, þetta er dæmt Siggi hinum inn á það núna. Það er að horfa rétt í að þeir. Það er nú fyrst og fremst það sem menn byggjum í rauninni. Við vitum að dómar að gera einhvers staðar mistök, en ef þið dreifast og ef að dómgæslan dreifist bara jafnt á bæði lið, þá eru allir sáttir eða allir ósáttir eftir hvernig litið er á það. En Gnúpverjar hér og það er Hraunar út í horninu undir mikilli pressur á Dúberi og það er dæmt villa á Hraunar síðan. Haldreipi Skagamanna er náttúrulega í samhliða því að IA eigi góðan kafla. Þetta var Evrópuskrifið. Já, þetta var Suður-Evrópuskrifið. Já. Hérna, hann vill fá skiptingu í smá stund eða hvað? Nei, hann vildi meina sjálfur þetta væri, hann gaf merki á bekkinu að þetta væri sennilega skref, en ég er ósammála. Já. Og dæmt villa á Markus. Já, ég var ætlaði að fara að segja að samhliða því að Skagamenn þurfa að eiga núna frábæran kafla, þá þurfa í rauninni Gnúpverjar að missa svolítið hausinn, myndi ég segja. Algjörlega. Og við halda að þetta sé komið, sem það er auðvitað ekki. Stólinn-bolti. Stólinn-bolti á Markusi. Kemur hún hérna fram á Ármann, hann inn á Jóhannes. Og þetta var galoppuskot. Hefðu þurft að detta, þá koma þeir í staðinn, Bjarki. Hákon inn á Atla. Það er varið skot! Þarna var það varið. Ekki dæmt þarna. Burtu með þetta. En Ármann er það prúður að hann er ekkert að garga neitt á eftir manninum sem hann blokkaraði. Markus fær hérna hindrun, finnur svo Andra Jökulsson sem fer upp í þröstin, það er stuttur. Já, vill að dæmda Jóhannes. Fyrir skot er það ekki? Jó, ég sá ekki. Já, þetta er innkast. Þá koma þeir Ægir og Tómas inn á fyrir Hraunar og Atla. Með það margir frambærilegir körfuboltamenn í þessu liði. Gnúpverja, enda kannski það er auðvitað ástæðan fyrir því að þeir eru að vinna þennan leik með þessum yfirburðum. Algjörlega. Andri Jökuls nær þessu frákasti. Nú er að keyra Ármann, langar og tekur. Hitti þó ekki. Andri í baráttunni og þá kemur bara layup hinum megin. Hraðið upp skarfa. Við höfum séð nokkra í kvöld. Já. Bjarki setur stífa pressu á Markus þarna. Andri nú galopinn. Ofopinn segi ég. Og það er... Já, þetta er hárið. Andri búinn að missa mojoið aðeins. Já. Og ég vil meina það... Hann þarf að velja skotið sem kannski aðeins betur. Já, en... Þetta var opið skot. En ég segi það líka að, þú veist, byrjar leikinn á að skora 4 í röð og... Flott play. Eða eitthvað líka. Þetta var flott play.
þá eiga menn ekki að byrja að svekja sem leiðir byrja að klikka á skoti eins og það er komið með eitthvað rosalega mikið óvart. Nei, nákvæmlega. Af því að það er nú bara þannig að það er ekki öll skot sem að detta. Nei. Já, milla dæmt. Þetta er á gólfinu þann. 21, það er Jóhannes Valur. Og skipting, Bjarni kemur inn á fyrir Bjarka. 17 stig munur, 7 mínútur eftir. Við viljum halda áfram að trúa. Og þá er Ægir hérna galopinn, það er á stutt en hann tekur sitt eigið frákast og Tómas núna með frákast yfir Jón Orra, það sér maður ekki á hverjum degi. Nei, það fór svo bara í húkinn. Ég veit ekki hvort að Everett sveit að því en hann vantar eina stóðsendug upp á þrennuna, þrefaldan tvennu. Jú, þetta var skref áttur á móti. Hver á þetta? Það er Inga. Hann dæmdi bara í báráttir. Já, en hann Jón Orri í hrókasamræðum. Það er skipting, Sigurður og Pálmi kom inn á. Og þeir mega breyta dómum eins og þeir vilja áður en að leikurinn fer í gang. Þannig að þeir þurfa bara að dæma það sem þeir telja vera rétt. Mér sýndi samt svona lábræð leikmanna, það voru allir sem að rekna með þetta var ég-bolti. Já. Pálmi settur á Everett. Og hann þarf að vera velvakandi yfir honum. Hérna Tómas, vörnin góð þarna, var í skoti á Jóni. Já, tekur ekkert frákast að mér og kemur til Ármann. Og Markus keyrir inn, fær Pálma þarna út á kantinum, hann fer upp í skoti, hittir ekki. Hann átti að taka þetta, klárt mál. Og Everett kemst allt auðvitað hérna áfram. Og fer síðan í þristinn, hittir ekki, Jón er þessu frákasti. Og Sigurður fremstur í ræðuplaupið, hittir ekki. Hringurinn upp úr. Hringurinn upp úr í kvöld, það er bara svoleiðis. Undra karfa hjá Richardson. 21 stigs munur, þessi leikur er bara enn einu sinni erum við að horfa upp á skalið lúta í gras en með meiri mun en svo oft. Þetta er svona ójafnari leikur heldur en oft. Markus hittir ekki. Er þetta stóðsendingin? Ægir hittir ekki. Og Jón ætlar að Hákon dæmdur brotlegur. Ég vil meina að Jón Orra hafi dýft sér, ég get lofað því að Jón Orra nennir því ekki. Þá koma skiptingar, Axel Fannar Elvarsson að koma inn fyrir Ármann Milbergsson og í fyrsta skipti í kvöld er að koma inn á númer 18 Jón Valdimarsson hjá Gnúburum. Það voru einungis einn leikmaður hjá þeim sem á eftir að koma inn á. Hann er settur á Jón Orra sem er höfðinu hærri en hann. Þetta er... Já, en kannski mattsar hann í kílóum, ég veit það ekki. Pálmi finnur Siggi, hann fyrir skotið, ætlar að setja hann í spjaldið, hittir ekki. Þá kemur Richardson, finnur Ægi, hann leikur sér hana. Siggi, það verður að vilja þetta, Ægir. Atli áttur á Ægi, svo er hérna Atli, 4 á klukkunni og dæmt vill á Sigurð. Og þá fer Atli á vítalínuna. Jóhannes og Andri Jökuls að koma inn á. Mér syndist að reynda að dæma villina á Pálma að hann ítti þannig að þetta hefur sannlega verið blokkað skot til Sigga en það var ég hálfhissaði að það var að dæma blokki sko. Einmitt. Þá fer Atli á vítalínuna, getur aukið munin í 13 stig.
sem hann gerir ekki, en hann getur aukið í 23. Þess að við segjum 4 mínútur eftir, konum með 91, þeir hljóta að vera að stefna og enn einu sinni. Þetta er 3. skiptið og það er Ægir sem að tekur það, kemur honum að allattur. Og lay-up. Já. Skildi einhver vera að horfa á þetta en þá spyr maður sig. Já, það er slatti. Gaman að því. Andri upp í skot, hittir ekki, það er ringurinn upp úr. Þá er Richardson með boltan, sendir hann inn á Atla sem að finnur síðan Ægi hérna niður í horninu. Hann með misjafna sendingu, Dúberi kemur á ferðinni og Bjarni að reyna að verjast þessu en það tekst ekki. Markus skilar þessu hann í 95-70. Og Markus með stólinn bolta, Axel. Það er fullt af snertingum sko. Andri Jökuls og fín hreyfing, vantar að skila þessu hann í. Góð hreyfing hjá honum hana áður en hann komst í skotið. Atli, þá kemur Richardson og hann með sendingun á Ægi sem að lætur hann ganga áfram niður í hornið og Atli með lay-up 97-70 og 97-70. Já. Já, þetta er villist hjá okkur hérna. Nei, fyrir ekki það, 72, þetta var bara rétt hjá mér, ég var bara undan klukkunni. Ójórnarmannsleg villa dæmt á hvað, Bjarna Eiríksson eða hvað? Já, fyrir hald, það er búin að vera nokkra svona í kvöld. Og leikurinn hafi verið prófmælega leikinn svona mestu. Andri, enga trú á þessu. Ekki fór setna niður heldur. Algjört andleysi einkennir leik í kvöld. Algjörlega. Algjörlega, það er erfiður leikur á föstudaginn, þetta kemur á móti Skallagrími í múti hjá okkur og svo kemur bara kærkom í jólafrí held ég, þannig að maður geta aðeins núllstilt sig og hlaðið batterinu og svo bara fulla ferð eftir árum. Klárlega Markus með shake and bake og losa sig, skorar. Ef hann geti þetta í hverri sók, það væri þetta svo sem ágætt. Ef að við fengjum körfu alltaf, Jóhannes nær að slá þessu en þá kemur þristur, langur þristur hjá Richardson og hann rífur 100 stiga múrinn, er það ekki rétt? Hvað segir klukkan? 98. Hvað er rétt í þessu? Pálmi með skot. 98 er rétt og hann er komið 40 stig. Er 98 rétt? Ég held það. Og 40 stig hjá honum. 43 fyrir ekki. Það var þá fullfljótur á mér að gefa honum 100 stigin. Axel. Þannig er dæmt villa. Á Bjarna. 98-74. Þó að það sé nú svona frekar hjákátlegt markmið að þá er nú alltaf skemmtilega að halda liðum undir 100 stigunum. Þá er að koma síðasti leikmaðurinn inn á hjá Gnúpverjum, Jóhannes Helgason nr. 43 og Húmar Örn Helgason kominn inn hjá Skaganum. En svona vel gert það Axel, en Everett er komið 43 stig og hefur farið svolítið mikið fyrir honum. Kannski, ég veit ekki, mér finnst það að fara meira fyrir honum heldur en Markus sem er komið 38. Kemur óvart hvað Markus er með sko. Flottur leikur á báðum. Já. En Everett finnur hérna Bjarna, Bjarki út í horninu. Finnur svo Everett sem finnur Bjarna sem fer í skotið, allt á stutt. Og Jóhannes Valur snýr við, tekur upp. Andri Jökuls, finnur Pálma, hann á Axel og Axel lendur í trafík. Bjarni er hann að rjúfa 100 stiga múrinn, það gerir hann hér.
176. Jóhannes 50 sekúndur eftir og vel gert hjá Andra, vantaði bara að koma þess onni. Þá Bjarni ætlaði ekki að gefa Richardson möguleika á þessari stóðsendingu. Jú, býtum við, hann á séns. Finnur hérna Bjarna sem að fer upp í skotið, hittir ekki, en Bjarki með frákastið, hittir ekki, Pálmi tekur svo frákastið og þá skotklukkan væntanlega stoppuð bara, hlýtur að vera 15 sekúndur eftir. Þannig að þrefalda tvennan að renna úr greipum Everett Richardssonar. Axel ákveður að dribbla þetta bara út eða hvað? Nei, hann fær galop í skot, hittir ekki. Jæja Hannibal, 176 loka tölur hér á heimavelli, enn eitt tapið hjá Skagamönnum, 10. tapið í röð. Já, bara eitt orðið þetta, bara vonbrigði. Þessi leikur var bara vonbrigði. Já, eftir ágætis uppgang í síðustu leikjum, þeir eru að skora örlítið meira leik frá leik, komnir aftur í jafnaleiki, tapast á atriðum eins og vítaskotum, tapast á töpuðum boltum sem að þessi leikur vissulega náttúrulega gerði líka að hluta til, en það er náttúrulega ekki hægt að skrifa 24 stiga tap á eitthvað eitt atriði, nema þá það sem mér fannst að þá verðum við að tala algjört andleysi í öllum leikmönnum liðsins í rauninni. Sem að skilaði sér í hraðaupplaupskörfum og auðveldum lay-upum. Þeir bara spiluðu okkur svolítið sundur í vörninni. Herðu, við ætlum nú að fara samt yfir hérna helstu tölur. Hjá Gnúpverjum var stigahæstur Everett Lee Richardson með 43 stig og að auki var hann með heila 18 fráköst og 9 stóðsendingar. Þetta einhvers konar ofurmenni hérna. Það eitthvað til hann sem framleiða upp á 64 eða eitthvað. Það bara svoleiðis. Það bara með því hærra sem að ég hef séð, ég bara viðurkenni það. Þetta ekki einhver svona villa í reiknireglunum, en við þetta ekki. Nei, nýtingin hans ekki, þannig að það ekki að draga niður. Nei, ég meina hann er með 77% í tveggjastiga, 37% í þryggjastega og 100% í vítum. Stelur 4 boltum og tapar engum síns mér. Já, en næstur honum Atli Örn með mjög góðan leik, 24 stig. Tómas skoraði 7. Nei, fyrirgefið, Ægir var með 9 stig, Tómas Steindorsson með 7 stig, Hákon Már með 6, Hraunar Karl með 5, Bjarni Steinn með 4 stig og Bjarki Rúnar með 2. Hjá Skagamönnum var Markus Levi langatkvæðamestur með 38 stig. Í rauninni miðað við ef þú horfir á þessar tölur hjá honum, góðu leikur, þó 46% í tveggjastega með 43% í tveggjastega segi ég og 57% í þryggjastega. Já, og framlega upp á 42 sem mjög gott. Sem mjög gott, en næstir honum Andri Jökulsson átti náttúrulega frábæra leiki fyrri hálfleik sérstaklega með 15 stig. Síðan koma Jóhannes Valur með 8, Ármann Örn með 6, Sigur Rúnar 4, Jón Orri 3 og Axel Fannar 2. Ekki líka svolítið máli við þurfum stig frá fleirum? Algjörlega, ég meina við erum með field goal upp á 36%. Já. Það náttúrulega bara 34. Já, field goal upp á 36, já, tveggjastega 34. Já. Við erum með betri nýtingu í þryggjastega skotunum heldur en í tveggjastega. Já, það er umhugsunarvert. Já, en þetta klárlega eitthvað sem að ekki getur að versnað. 15 sóknarfráköst einnig hjá Gnúpverjum gegn 7. Já, en við getum tekið það út úr þessu leik að við vorum með 12 og 15 á vítalínunni. Já, það er þá einn þáttur að batna í einu, en við vonumst til þess að áhorfendur hafi nú skemmt sér ágætlega með okkur þrátt fyrir útkomuna. Áður en við kveðjum langar mig að þakka í fyrsta lagi Hannibal fyrir samveruna hérna bara mín var ána í lýsingunni. Gylfa Karlssyni þakka ég fyrir myndatökurnar og
minni að sjálfsögðu á einu sinni enn styrktarleikinn hans Kitta Jens á morgun í Akraneshöll, í Valur klukkan 11. Þar ætlum við að vera á staðnum og senda beint út. Kannski eitt af lokum hérna. Þakka þeim sem mættu. Það erfitt að tapa og reyna að trekkja fólk á leikina til þess að koma stiðið við strákana, þannig að við þökkum kærlega sem mættu og vonandi fyrir við að skilja ykkur sigri þegar ég að skiljið. Já, algjörlega, og þetta var síðasti heimaleikur í körfunni fyrir jól. Já. Þannig að við sjáumst aftur hérna á Vesturgötunni eftir áramótin, en þangað til bara áfram og upp. Já, það er ekki önnur leið í boði. Nei. Takk fyrir okkur, Örn Arnórsson, ég. Verið sæl.